Klósettin hér í Odda opnuðu fyrir skemmstu eftir endurbætur. Vinnan tók nokkra mánuði en lagnavinna tók mjög langan tíma. Útlit á klósettunum breytt en það þó ekki það eina. Þessar snyrtingar sem hérna þær eru bara fyrir alla og þær eru ekki merktar hvoru kyni fyrir sig. Við erum að lifa hérna í mjög stóru samfélagi, hérna í Háskóla Íslands, þar sem samfélagið bara mjög fjölbreytt og við leggjum áherslu á það að geta boðið upp á bara ýmislegt og meðal annars í snyrtingum. Kynlaus klósett hafa verið baráttumál hjá félagi hinsegin stúdenta undanfarin ár, segir Vallý Hirst Baldurs, formaður félagsins. Þetta mjög mikilvægt fyrir allavega trans og hinsegin fólk, alveg sérstaklega af því að okkur finnst við ekkert alltaf velkomin á kynjaskipt klósett. Þetta mjög mikilvægt að fólk geti fara á klósettið án þess að upplifa einhvers konar vanlíðan eða kvíða. Ef að ég veit að það eru kynlaus klósett einhvers staðar, eins og bara á Háskólatorgi, þegar það var á tímabili bara á Stúdentakjallaranum, þá var maður stundum að fara alla leið niður bara til þess að komast á klósettið. Vallý telur að jafnréttisaðgerðir skólans séu hvatning fyrir fólk til að stunda nám. Að stofnun sem með jafnrétti að sjónarmiði, allavega segir það, og þegar svo loksins gerist eitthvað eins og við erum að sjá núna með kynlaus klósett og mögulega kynhlutlausa kynskráningu í Uglunni, vonandi, sem kemur í kjölfar hlutlausa kynskráningu í þjóðskrá, þá tel ég allavega að fleira fólk muni vilja stunda nám og sækja